Komið sæl og verið velkomin í Neysko. Í dag ætlum við að gera skemmtilega tilraunir með koldíoxíði. Hvað er koldíoxíð? Það er eiginlega ein kolefnisfruma og 2 súrefnisfrumur. Ok, og það lítur út eins og mína mús. Já, Merkilegt. það er nauðsynlegt fyrir jörðina. Já, þannig að við öndum þessu frá okkur og plönturnar á jörðinni taka það til sín og nota úrganginn frá okkur til þess að vaxa sjálfar og gefa það í staðinn frá þessu súrefni sem við getum andað okkur, þannig að þetta er svolítið fallegt. Og þetta efni er nauðsynlegt fyrir líf á jörðinni. Veistu hvað? Ef það væri ekkert koldíoxíð á jörðinni, þá væri 17 stiga frost á plánetunni okkar. Það væri bara jörðin snjóbolti. En þetta er gróðurhúsalofttegund og ef við aukum magni í lofthjúpnum okkar, þá var það meiri gróðurhúsaáhrif. Það er ekki gott. Það er það sem við þurfum að laga í dag og í framtíðinni. En vissið þú að koldíoxíð heitir koltvísýringur, koldíoxíð, koltvíoxíð og koltvíildi á íslensku? Nei, En hvaða nafni eigum við að nota? við skulum bara nota koltvíoxíð. Já, og áður en við förum í tilraunina, þetta Já. er alveg öruggt, eða ekki? Jú, þetta er alveg örugt. Þannig að það má gera þetta heima. Já. Og ætti ekki bara allir að gera þetta heima? Jú, ef þeim langar það. Nei, þau eiga að gera þetta heima. Já, en við skulum bara vinda okkur í tilraunina. Ok, Vilhjálmur, við ætlum að blása upp hanska með hjálp matarsóda, sem er basi, og ediki, sem er sýra. Það sem gerist þá er að basin og sýran hvarfast saman, þá verður til vatn og koldíoxíð. Koldíoxíð séum að blása hanskan upp og það sem er að gerast hér, það er einmitt frosið koldíoxíð í vatninu hérna sem er að valda því að það bublar. Þannig að prófa það. Já. Ok. Þá setur þú hanskan utanum. Já, og svo sturtar úr honum. Er þetta tilbúin? Ég er tilbúinn, ert þú tilbúinn? Já. 3, 2, 1. Ok, allt að gerast. Sturtar, höldum utanum. Já! Yes. Þetta tókst. Olnboga 5. Geggjað. Já. Þetta er bara svolítið töff. Og þetta geta allir gert heima. Þetta er Allir. ótrúlega einfalt. Þetta er nefnilega ekkert hættulegt. Nei, ef við gerum næstu. Já. Glæsilegt. Næsta tilraun, Vilhjálmur. Já. Þá ætlum við að setja aftur edik ofan í þessa krukku hér. Lokum síðan fyrir þegar við erum búin að setja Matarsódan. matarsódanóðinu ofan í. Þá myndast aftur koldíoxíð Koldíoxíð. sem ýtist ofan í þessa krukku hér. Þar erum við með bláan vökva sem ætti að þrýstast hér ofan í þetta glas. Þannig að við ætlum að hella ofan í þetta glas með því að hella fyrst í þetta. Við ætlum að hella með gasi yfir í 3. glasið. Já. Það er svolítið töff. Ok, Já. ég var að byrja. Svona. Ok. Svo þegar þú setur ofan í, þá loka ég hratt og örugglega. Ok, 1, 2 og... Það tókst samt. Já. Settum aðeins of mikið, Já. en það er ekki alltaf leið. Jú. Já, þetta tókst. Þetta tókst. Þannig að næst ætlum við bara að passa okkur á að setja ekki svona mikið af Nei. matarsóda út í. Já. Vel gert, olnbogaskot. Þetta var svolítið töff, Já, frekar. er það ekki? Þannig að við helltum úr þessari krukku í þetta glas án þess að hella úr glasum. Mjög töff. Við gerðum líka eina aðra tilraun í heimavistinni þar sem við notuðum sama efnahvarf til að slökkva eld með ósýnilegu gasi. Við skulum kíkja á það. Þetta var töff, fannst það ekki? Já. Slökkva eld með ósýnilegu lofti. Mjög kúl. En hérna, það sem gerist hér, var Já. hér myndaðist koldíoxíð, fór í gegnum rörið, þrýsti vökvanum niður sem þrýstist aftur upp í gegnum þetta rör og fór yfir í glasið. Þannig við notuðum ósýnilegt loft til þess að dæla í glasið okkar. Það er rétt. Og þetta er allt saman tilraunir sem auðvelt er að gera heima, en alltaf gott að hafa mömmu og pabba með og við skorum á okkur að gera eitthvað slíkt í fríunni eða hvað sem er, það ekki? En við bara þökkum þá fyrir okkur í kvöld og verið sæl.